Komið þið sæl. Við erum þegar búin að heyra það í annarri sögu að Sjáin gaf skipunum að Babin skyldi loka inn í virkinu í Makú. Sjáin og aðrir nánir samstarfsmenn hans álitu að nú myndi fólki gleyma Babnum og boðskap hans. En þeim skjáttlaðist heldur betur í því efni. Og nú skulum við heyra. Virkið í Makú var hátt upp í fjallshlíð á mjög eyðilegum stað. Við rætur fjallsins var lítið þorp. Þorpsbúarnir voru hrjúfir í viðmóti og áttu í stöðugum illdeilum. Það lá aðeins einn stígur frá virkinu. Hann lá í gegnum þorpið og að hliði sem alltaf var lokað. Varðmenn stóðu vörð hliðið dag og nótt. Ali Khan hafði umsjón með virkinu. Hann var hermaður, mjög strangur og óvingjarnlegur við Babin og vini hans tvo sem fengu að búa hjá honum. Engir aðrir vinir Babsins fengu að dvelja hjá honum. Þeim var ekki einu sinni leyft að koma inn í þorpið. En Babin var svo blíður og góður að ekki leið á löngu þar til þetta hrjúfa fólk fékk ást á honum. Á sama hátt og aðrir á undan því. Það fór að venja sig á að safna saman við rætur fjallsins snemma á morgnana svo það geti séð gluggann á fangaklefa Babsins. Það langaði til að sjá honum bregða fyrir. Hann var þá vanur að blessa störf þess þann daginn. Ali Khan var stöðugt mjög óvingjarnlegur og leyfði engum af vinum Babsins að hitta hann. En dag einn kom fyrir undarlegt atvik sem bar þess vitni hve dásamlegur Babin var. Babin og mennirnir tveir sem voru með honum í virkinu heyrðu að barið var á dyrnar. Þegar þeir komu til dyra sáu þeir Ali Khan standa fyrir utan. Hann vildi endilega koma inn, en nú var hann alveg breyttur maður. Áður hafði hann verið mjög hrokafullur og illúðlegur. Nú var hann blíðlegur og undrandi á svipinn. Hann titraði jafnvel þegar hann steig inn í fangaklefan. Þeir gátu varla trúa sín megin augum. Leysið úr vandræðum mínum, grátbað hann Babin. Síðan sagði hann frá furðulegu atviki sem komið hafði fyrir hann. Nokkuð sem hann fékk ekki skilið. Eldsnemma morguninn hafði hann farið í útreiðatúr á hesti sínum út fyrir þorpið. Enginn var á ferli nema einn maður sem stóð á árbakka og baðst fyrir. Ali Khan nálgaðist manninn og sá þá sér til mikillar undrunar að þetta var engin annar en Babin sjálfur. Ali Khan ætlaði að fara að skamma hann fyrir að yfirgefa virkið, en Babin var svo niðursokkin í bænir sínar að hann veitti honum enga athygli. Ali Khan ákvað því að láta hann eiga sig stund. Hann ákvað að flýta sér tilbaka til virkisins og refsa varðmönnunum fyrir að hafa leyft Babnum að fara þaðan. Þegar hann kom til þorpsins, sá hann sér til mikillar furðu að hliðið var læst. Dyrnar á virkinu voru einnig læstar á nákvæmlega sama hátt og hann hafði skilið við þær. Og þegar dyrnar opnuðust á fangaklefanum, sat Babin frammi fyrir honum. Þið getur rétt ímyndað ykkur hvað Ali Khan var hissa. Vegna þess að rétt áður hafði hann skilið við Babin á árbakkanum. Ég alveg ruglaður, sagði hann við Babin. Ég veit ekki hvort ég búin að missa vitið. Það sem þú hefur upplifað raunverulegt, svaraði Babin. Síðan útskýrði hann fyrir Ali Khan að á þennan hátt
vildi Guð sýna honum fram á að málstaður Babsins sannur. Guð vildi að hann sæi hversu dásamlegur þessi málstaður og að myndi elska kennaran sem hann hefði sent. Upp frá þessum degi var Ali Khan svo breyttur að fólkið í þorpinu þekkti hann varla fyrir sama mann. Í stað þess að vera hrokafullur var hann nú vingjarnlegur og blíðlyndur. Hliði virkisins var ennþá lokað að nóttu til, en á daginn var það haft opið. Allir sem vildu hitta Babin fengu að koma inn. Á hverjum degi færði Ali Khan honum ferska ávexti eða eitthvað annað góðgæti. Á meðan Babin var fangi í virkinu skrifaði hann bók sem kölluð persneski bæjaninn. Í þessari bók setti hann þau lög sem fólki átti að hlýða. Hann sagði einnig í þessari sömu bók frá hinum guðlega kennaranum sem Guð myndi senda. Hann hvatti alla til að reyna að finna hann. Við lesum þessa sönnu sögu eða heyrum hana sagða, komumst við að raunum hvernig Guð gerir gott úr öllu. Jafnvel þó að það líti illa út í byrjun. Óvinir Babsins töldu sér trúum að með því að senda hann til Makú kæmu þeir í veg fyrir að hann gæti hitt nokkurn. En í þess stað heyrði allt fólkið sem átti heima þar boðskap hans og varð vinir hans. Og hann skrifaði mjög merkilega bók sem innihélt lög Guðs fyrir þann tíma. Jæja, börnin góð, þá sögun okkar lokið að þessu sinni, en hann Ásgeir Karlsson kominn hingað til okkar og ætlar að syngja fyrir ykkur lag dvöl Babsins í Makú. Og þið getið fundið þetta lag og þetta ljóð í söngbókin okkar og sungið með.